öll þessi umræða sem áttu við sér stað í fjölmiðlum og þjóðfélaginu öllu, hvernig ætlar þú að bregðast við þessu? Já, ég beið nú lengi, Helgi, og hélt þetta myndur hún ganga yfir. Ég hélt að fólk sæi nú sannleikann að baki ýmsu sem búið er að þyrla upp. En þegar það dugði ekki, og þetta var eins og bara útspekulerað skipulagt, það kom alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi, það var aldrei spilað út öllum spilunum, heldur haldið eins og maður væri svona að koma einu eftir annan. Þá brá ég á það ráð að tala við ríkissaksóknara og bað hann að skoða þetta mál fyrir mig. Ég hef ekki hugmyndum hvað veldur því að mál 20 og 30 ára gömul eru allt í einu komin í umræðuna. Og ég verð að segja það urðu mér mikil vonbrigði í morgun þegar ég las og heyrði það sem Guðrún Jónsdóttir í Stígamótum hefur sagt. En hvað viltu segja það? Lýsa yfir algjörri furðu minni. Ég hélt að þar ætti þögn og virðing fyrir aðilum að ráða, en ég hef verið kallaður svo stórum orðum að Guðrúnu að ég undrandi og ég verð nú að bæta því við að þegar ég frétti hversu margar konur eru hjá Stígamótum að mínum orsökum, þá sé ég mjög eftir því að hafa tekið þátt í því að skerða framlag kirkjuna til Stígamóta fyrir árið í fyrra, og við eigum eftir að taka núna 5. og 1. ákvörðunum hvað við getum látið mikið til Stígamóta. Við ættum sjálfsagt að hækka það þá í réttu hlutfalli við fjölda þeirra kvenna sem að kvarta undan mér. Nú, þessi kona sem bréfin skrifaði, hún segir að hún hafi komið til mín áður 1979. 4 til 5 sinnum, segir hún í bréfinu. Og á síðasta fundi okkar hafi þessi voða atburður gerst sem hún er ævinlega að ásaka mig um. Það er að segja, ég get varla tekið mér þetta í munn, tilraun til nauðgunar. Ég tók mér nú til og fletti bókinni minni frá 1979, þar sem ég skrái viðtöl og skírnir og önnur pressverk. Þessi kona er ekki skrifuð 5 sinnum í bókina frá 1979, ekki 4 sinnum. Hún er aldrei skrifuð í bókina frá 1979. Þannig að hún virðist hafa hringt og beðið að fá að koma til þessa örlagafundar á stundinni. En það segir hún sjálf að ég hafi gengið með sig kirkjun og sýnt henni skrúðan, þar á meðal hátíðahökulinn sem faðir minn blessaður gaf móður mína, látna, og hafi síðan farið upp og beitt hana þessu harðræði. Þú fullyrðir sem sagt að það sé engin flugufótur fyrir neinum að þessum sögum? Ekki nokkur flugufótur fyrir því Þorfinnur, og mér finnst sönnunin einna best liggja hjá þessari konu sjálfri sem saka mig um þetta athæfi þegar hún ætlaði að gifta sig nokkrum árum seinna. Hvert fer hún? Það sem þessi voða atburður hafði átt að eiga sér stað inni í Bústaðakirkju til þess að láta gifta sig þar, að vísu af eftirmanni mínum. En hefurðu hugleitt að segja að þér? Já. Auðvitað hugleitt ég þá, og ég sagði það í fréttunum í gær. Þetta tekur á mann, Þorfinnur. Það er ekki gaman að standa í þessu. Og vita að einhver hluti þjóðarinnar trúir því að ég sé óyndis maður. Sem betur fer held ég að þeir séu fáir, og slíkur fjöldi af stuðningsyfirlýsingum sem hefur komið til okkar sannar okkur það að fólk vænir mig ekki þessi ósköp. En stundum á ég bágt með svefn. Þá hugsa ég þetta og ég er að velta því fyrir mér hvílíkt hatur hlýtur að vera hjá einstaklingum sem vilja leggja öðrum þetta böl til. Og ég hugsa það ekkert síður en það sem er að gerast fyrir mig. Og ég bið fyrir þessu fólki. Bið það að það losni við þessi ósköp sem er að þjaka það, sem birtist í því að það er að bera á mig þessar ásakanir. Og þá hugsa ég með mér, er það rétt fyrir kirkjuna mína að ég segi af mér? Og þetta kom í sjónvarpinu í gærkvöldi og þetta var í Morgunblaðinu í morgun, vitna til þess. Ég veit ekki, ég ætlaði nú að telja, komst bara ekki til þess. Hversu margar símhringingarnar, hversu mörg skeytin, hversu mörg bréfin og blómin
hefðu komið í dag frá fólki sem sagði þú mátt ekki einu sinni láta þér detta í hug að segja af þér. Og þetta ekki aðeins leikmenn, þetta ótrúlegur fjöldi presta sem hefur viljað styðja við bakið á biskupnum sínum þegar hann stendur í þessum hremmingum. Geturðu setið áfram með einhvern efa á bakinu og geturðu starfað áfram? Hvenær losna ég við þessar ásakanir? Hvenær get ég hreinsað mig? Ég get þá alveg eins spurt sjálf mig, getur haldið áfram að vera manneskja með þessar hörmulegu ásakanir á bakinu? Ég lagði út af freistingasögunni á sunnudaginn var þegar ég var að vígja 5 nýja presta, yndisleg messa í dómkirkjunni og fagnaður heima hjá okkur Ebbu á eftir. Freistingar hafa alltaf verið. Jesús sagði við freistara sinn, vík burt Satan, hann þekkti hann og hann sagði honum að fara. Ég ætla ekki að líkja mér við frelsaran Jesúm Krist, en ég segi við þá sem eru að ofsækja mig, vík burt. Hið illa enn að verki í veröldinni. Hinn illi ég alltaf að uppgötva betur og betur. Hann gengur sem grenjandi ljón, eins og sagt í helgorði.